Jæja, góða kvöldi, kæru áhorfendur. Velkomin á leik Skautafélags Reykjavíkur gegn Skautafélagi Akureyrar. Ég heiti Alexandra Hafsteinsdóttir og með mér er April Orangan. Og við verðum kynnarnir ykkar í dag. Við höfum aldrei gert þetta áður, þannig að þið verðum bara að díla við þetta. Við ætlum að kynna liðslistana hjá liðunum. Yes, við byrjum á því að kynna gestaliðið, en í liði SA eru númer 3 Bergþór Ágústsson, númer 4 Dagur Jónasson, númer 5 Gunnar Arason, númer 6 Heiðar Jóhannsson, númer 8 Birkir Einarsson, númer 10 Jóhann Leifsson, númer 13 Uni Sigurðarsson, númer 15 Baltasar Hjálmarsson, númer 18 Ormur Jónsson, númer 20 Atli Sveinsson, númer 24 Björn Jakobsson, númer 26 Andri Skúlason, 28 Unnar Rúnarsson, 33 Ágúst Ágústsson, 35 Róbert Steingrímsson, 44 Andri Sverrisson, 55 Jakob Jóhannesson og 89 Halldór Skúlason. Og þjálfari SA í kvöld er Richard Tattinen. Og þá er komið að liði Skautafélags Reykjavíkur, en númer 3 er Pétur Mokk, númer 8 Benedikt Olgeirsson, númer 9 Axel Orangan, númer 10 Heiðar Kristvegason, númer 14 Ómar Söndursson, númer 16 Gunnlaugur Þorsteinsson, númer 18 Sölvi Atlason, 20 Jonathan Otooma, 22 Bjarki Jóhannesson, 23 Kári Arnarsson, 26 Arnar Steinsen, 29 Atli Valdemarsson, 31 Jóhann Ragnarsson, 40 Þorgils Eggertsson, 53 Pell Stepanek, 63 Felix Sareklef, 64 Ríhards Verdins, 67 Gabriel Camilo, 83 Filip Sack og 92 Ólafur Björnsson. Og þjálfari SR í kvöld er Milos Lárasinski. Og mér sýnist dómari leiksins vera Sindri og línudómararnir eru Gulla og Ingo. Er þetta ekki Ingo? Jú, ég held það. Mér sýnist það. Já. Segjum það bara. Já. En hverjir eru að byrja í marki? Það er Jóhann Björgvin fyrir SR og Jakob fyrir Jakob. SA. Yes. Geggjað. Þá sjáum við fyrstu línurnar stilla sér hérna upp í miðjunni. Sölvi á móti Jóa. Jói tekur pökkinn. Og Petur er með hann, sendur upp á Sölva. Kemur hann djúpt inn í svæðið. Það entist nú ekki lengi hjá þeim. Og SA keyrir áfram í skiptingu og við sjáum SR hérna í varnarsvæðinu með pökkinn. Heyrðu þú líka í Mírósi kalla á þá? Já. Hvað þeir eru að vera að gera? Já. Heyrðu, þetta var góð sending. Já, Þeir eru svolítið mikið að skjóta í legglífarnar hjá Já. varnarmönnunum. Bláir, sko. Ég get ekki sagt neitt, en Nei, sama hérna reyndar. Ég hittir þetta bara framhjá. eða það. Það fara bara allir í skiptingu, jæja. Það er ok. SR með pökkinn, sjáum hvað þeir gera. Doktor minn. Þeir eru alltaf að tala það, sko, Kári og Ævar, að við séum alltaf að dömpa pökkinu inn. Já, að við séum rosa fljótar að losa okkur við pökkinn. Já, einmitt. En Mér langar svolítið að sjá hvort að þeir séu að gera þetta jafn mikið og við. við erum aðeins að fylgst með þeim. Já, nefnilega. Ok, þetta var geggjað sending. Heyrðu. Ég bara heyri Mílos meira en ég heyri í öllum öðrum. Já, sama hérna. Hann hefur gaman að því að tala, kallinn. Það er rétt. Pökkurinn fer í neti. Já, SA vinnur face-offið.
að reyna að koma honum inn í svæði, en Toggi nær honum. Og skot frá númer 13, Una Blöndal. Sem vantar smá í SA-liði í dag. Hann Andri er ekki og Orri er heldur ekki. Var ekki Orri að skýra barnið sitt í gegn? Nei, í dag. Ó, var það í dag? Já, alveg rétt. Já. Alveg rétt. Sá það bara í stóri á Sögu Blöndal. Það er ágætis afsökun. Já. Skýra barnið sitt. Það er það. Kjálsmerkileg. Mér finnst það valið. Vantar eitthvað í SR-liðið hjá okkur í dag? Ég veit að Birkir er eitthvað meiddur. Já, Markus Ólafsson er meiddur líka. Vantar eitthvað á fleiri? Við erum ekki allir hérna. Ég held að þeir sé bara með fullliðin mínu sann. Það er áhugaverð lína sem hann er með. Petr, Sölva og Axel, þeir ættu nú að geta skorað eitthvað mörg. Þeir ættu. Þetta er alveg Pálína. Já. Jónatan hittir ekki alveg í pökkinn. Nei. Filip nær að snúa leikmann 15 Baltasar vel af sér hérna. Góð sending yfir á Gulla. Þeir halda pökklum. Nei. Jú. En blind sending hérna. Pökklum fyrir bara djúpt. Gulli er komið pökkinn. Og Bjarki með hann hérna. Sendur upp á Ríhards. Og skot. Bara skoti og rebound. Nei. Hann hittir ekki. Pökkinn. Og Jói Leifs keyrir með hann. Þeir eru 2-2. Herðu, hann komst bara í gegn. Þetta var vel gert. En Jóhann ver þetta, léttilega. Þetta ekki líka smá blöndu lína hjá SR, þessi lína? Jú. Sýnist eitthvað aðeins að stokka í línunum. Já, ég held það. Sýnist hann að hafa breytt öllum línunum. Já. Þannig að hann er að prófa eitthvað nýtt. Ég Já, sjá já. hvort að það skilir sér. Já. Það er gott að, Gott að prófa þetta núna. já, nákvæmlega. Síðan eru þessi tvö lið að fara í úrslitin. Nákvæmlega. Það er gott að nýta tíman til að prófa eitthvað nýtt. Sjá hvað virkar og sjá hvað virkar ekki. Fyrir úrslitin. Já, tók ég heldarnum inni. Já, vel gert. Henda pekkinu djúpt. Flott breakout hérna hjá SA, en pekkinu fyrir djúpt í svæði SR-inga. Essa heldur bara pekkinum. Já, vel gert. Ói, Vá! Já, Það var ég sé hérna líka að Dagur er að spila fyrir Essa. Það er langt síðan sem hann spila. Já, ég man ekki eftir að hafa séð hann eitthvað nýlega. Nei, Ég hefur verið að koma aftur eftir einhverja pásu. já. Gaman að sjá hann eftir. Hvað ætli strákan að gera? Axel sendur hann bara Og sendur hann bara beint á, hver er þetta? 33. 33. Ágúst Ágússon. Já.
það er líka mjög langt síðan hann spilaði með svona skallaleik. Já, það? Já. Já, ok. Ég er svolítið mikið bara að fylgjast með bláum, sko. Ég verð að reyna Já. að fylgjast þess meira með rauðum núna. Þetta er sérst Ágúst er, ég vil ekki fara neitt rámt, en bróðir Bjarma er það ekki? Jú, er það ekki? Jú. Jú, ég held það. Og þeir reyna sendingu fyrir fram að marki, það klikkar. Þessar heldur pökkinum, Jón Tanning kom með pökkin. Tekur skot í SR leikmann. Já. Og það er bara áttum pökkin hérna. Já, Þessa einn nær á honum. móti marki Hvað bara. gerir henni? Óf. Bjarki bara Markið fer þarna Markið laust. Já. Var það Uni sem að komst Já, í gegn? já. Það er vel gert hjá hann. Já. Sindri loka skiptingunni þarna. Stilla sér upp. Og Essa vinnur pökkinn aftur. Skot á mark og Jó yfir Jóhann. Jóhann. Maður kallar hann ekki Jóa, sko. Ég veit ekki Nei. alveg hvað þetta kom. Það var ekki sáttur með mig. Nei. Hérna, það eru 74 að horfa á streymið, Laxa. Nei, Já. 79. 79, Við erum komið með eitt komment og það er áfram Essa. Já. Takk fyrir netið. Við viljum endilega sjá fleiri komment í streyminu. Já, endilega. Ég veit ekki alveg hvernig Ævar og Kári fara því að tala svona mikið þegar þeir eru í streyminu. Því ég Nei. hef bara Ég á mjög erfitt með ágríns að- ekkert að segja, sko. Ég er bara, Ég er bara að horfa á leikinn. já, ágríns. Essa tekur uppkastið. Þess eru búin að vinna flest uppkastir. Hinga til alltaf. Hver? Essa. Já, En það eru nú bara 7 mínútur liðnar að leiknum, þannig að við sjáum helling hvort það eftir. breytist. Gunni kom með bökkinn. Úff! Gefa frá sér þarna tæft rebound. Þetta var vel gert hjá Jóhanni. Þetta var mjög vel varið hjá Jóhanni. Flott skot hjá Gunna. Gunna, já, mjög flott hjá hann. Er þetta fyrsti leikurinn hjá Gunnar, Algeir og Heiðar sem þau komu heim? Og ég veit ekki hvort þessi fyrsti. Ég er ekki alveg viss. Nei, ég er ekki alveg viss með það. Það gæti verið, en endilega leiðréttið okkur í streyminu Já. ef að við erum eitthvað að bulla bara. En það er gaman að sjá þá aftur Já, algjörlega, á Íslandi. algjörlega. Hvar voru þeir aftur að spila? Svíþjóð. Einhvers staðar í Skandinavíu, þetta er alltaf sama maður. Það ekki? Í. Þetta Unnar var bara einn fyrir frammarkið. Það er Sængar halda pekkinu minni. Bjarki tekur pökkinn, losar hann bara út. Þetta er snú ekki lengi hjá þeim. Nei. Ja. Mílo segir bara move, move, move. Já. Hann hefur nú öskrað það á mig nokkru sinnum kallinn. Ég hef þetta. Toggi er stöðvaður af Andra. Já, Andra. Új. En eins og Mílo segir, þá er hann með ofnæmi fyrir því að pökkurinn snúist á blálínunum. Já. Hann er með ofnæmi fyrir ansi mörgu, hann Mílos. Já. Hann er með ofnæmi fyrir bláu skautunum hérna sem að almenningur Markið er laust. Þeir Dómarnir taka ekki eftir því. Jóhann ætlar ekkert að segja. Mílo segir bara put it back. Markið komur sér stað. Filip með pökkinn, losar hann bara upp. Og Jói Leifs tekur hann. Og Ólafur hjá SR tekur pökkinn, keyrir með hann upp, leitar að sendingunni. Kári fyrstur í hann. Jakob nær að
senda hann frá markinu. Og Jónni reynir þarna sendingu en Þetta tryggir er ekki alveg Helgi í Páll pökkinn. var að svara okkur í kommentunum. Þetta er ekki fyrsti leikur Gunnars og þeirra... Já, þeir hafa spilað flesta leiki SA í febrúar. Afsakið þetta. Já, við þurfum bara ekki neitt að fylgjast með. Nei, bara Það afsakið þetta. Takk fyrir ábendinguna. Já. Gott að þetta sé koma á hrein. Já. Það kemur hérna punktur eftir þetta. Kári er með pökkinn. Andri kemst í hann. Og sendir hérna upp á Pétur á bláu. Hann leitar að sendingu, það er enginn opinn fyrir hann. Og pökkurinn er aftur komin út. Það var rangstað. Bullandi rákstæðar. Já. Pökkurinn er svæði SA. Filip stoppar hann. Reynir skot en Heiðan er að blokka hann. Pétur tekur hann. Og pökkurinn fyrir djúpt. Þetta er æsing. Heiðar á móti Ómar. Yes. Benni komin í sókn, sé ég. Já, ég var að pæli því. Já. Skoti legglífar. Það Benni hafi nú alltaf verið í vörn. Já, ég hef ekki... Já, ég held það. Ekki. Ja. Sjáum hvort hann geti eitthvað í sókninni. Þannig fer hann í... Hvern? Þetta ekki Andri? Andri, jú. Andri Skúla. Þú náttúrulega þekkir þetta eins betur en ég, sko. Já. Ég er svolítið mikið blá alltaf. Já. Þetta er bara heldurum minni svæðinu. Já, og á Axel og Axel. hvað gerir hann? Ói! Ói! Hvað það munaði litlu? Hvernig fór hann ekki inn? Pökkurinn var bara fyrir aftan markmanninn, Jakob. Já, hann bara hitt ekki inn. Já. Herru, þeir eru Sjáum hvað gera núna. Og Axel og Jakob verið þetta. vel gert. Bjarmi með pökkinn, sendir langan Kemur hann og bara SA fer í skiptingu. Allir fara í skiptingu. Og Kári kom með hann. Sendir hann tilbaka. Og Gulli. Vel blokkað hjá Atla. Og Jóhann sendir hann hérna upp. Sýnist vera komin smá hiti. Já. Það er nú bara fyrsti leikluti, það mun Já. líklegast koma mikið hiti í leikinu á Já, já. eftir. Ef við þekkjum þessi lið rétt. Og Bjarki sendir einn upp á Pétur, hann nær honum ekki alveg. Það er Halldór. Halldór skautur upp með pökkinn Sendir einn fyrir markið. og Heiðar með pökkinn á Andra. Ó, vel gert. Flott blokk. Og þá er Heiða með hann. Ríhart reynir að senda fyrir markið.
og Essa fyrir skiptingu. Essa er ekki að ná að breyka honum út, koma honum inn í svæðið. Essa Ingar komin fljótt út aftur. Jói kom í pökkinn, 1 móti 1. Hvað gerir hann? Hann heldur í pökkinn, vel gert. Það er ekki alveg skotið á markið. Það mátti reyna. Una kemur pökkinn bara inn í svæðið. Það er smá. Filip sendir hérna upp á Peter. Tjekkarnir í liðið þess Erika. Og Sölvi skýtur hana bara út af vellunum. Og liðin stilla hérna. Peter nær honum hérna í horninu. Reynir að senda fyrir markið en það er enginn þar til að taka við honum. Og Essa Inga keyrir upp með puckinn. Og skot. En Jóhann verður þetta léttilega. Skot á markið og Jóhann verður þetta aftur. Og strákarnir stilla aftur upp í face-off. Þetta er Ólafur á móti Heiðari. Og Essir vinnur puckinn. Reynir að senda hann út úr svæðinu. Og Heiðari með hann. Snýr Tokka af sér. Vel gert. Þeir halda hann inn í svæðinu. Filip tekur hann. Og Filip skýtur. Það fer framhjá. Það þurfti svolítið að tala saman. Og þeir stilla hérna upp í face-off. Pétur á móti Heiðari. Pétur reynir skot. Og Essa Inga fær í skiptingu. Halldór kemur honum djúpt. Ríkharð sendir hérna flotta sendingu á Heiðar. Jói tekur hann. Gunni skautar með hann upp. Reynir skotið. Jonni blokkar þetta. Jonathan sko. Hann er alveg harður á því að maður er að kalla hann Jonathan. Já, það er Jonathan. Hérna sjáum við Ómar á móti Jóhanni Leifs. Face-off og veit ekki alveg, sá þetta ekki alveg? Nei, ekki heldur. Hver skautur það niður? Já. En Essa er með puckinn. Sendir bara beint á Ómar. Ómar skautar upp. Góð setting.
Camilo bara eldur pökkinn. Já. Góð barátta fyrir hann í hotninu. Benni fer í hann. Sendur á Filip. Reynir að koma hann niður. Herru, heldur hann minnir. Þetta vel. Herru. High stick. Þannig uppkasti byrja utan svæðis. Yes. Þeir stilla upp hérna Sölvi á móti Unnari. Og Unnar vinnur hann. Filip sendir hérna á Pítur. Sendir fyrir markið. En Unnar tekur hann. Vel gert hjá honum. En, já, gaman að segja frá því. Hann Pétur er á toppnum í markaskorunum. Já, hvað er hann búinn að skora mörg? Hann er búinn að skora 15 mörg. Ok. Og eftir honum er Unnar. Geggjað. Hann er með 14 mörg, bara einu marka eftir. Ok. Þannig gaman að segja hvort þetta breytist í þessum leik. Einmitt. Ég myndi allavega ekki vilja vera markmaður á móti Pítur. Sko. Nei, ekki heldur. En það áður saman við Unnar. Já. Skarplega til það. Sér kemur hérna Uni í 3. seti. Hann er með 13 mörg. Þannig að þetta er allt eitthvað mjög jafnt hjá hana. Já. En það getur allt gerst í þessum leik. Já. Sjáum hver endar á toppnum eftir þetta. Já. Sjáum við baráttum pökkinn bakum markið. Bjarki sendir hérna niður og tóka. Tökki bara upp á Sendingu upp á Óla. Og flott sending á Gulla þarna en enginn til að taka við honum. Kári týnir bara pökkinum. Bjarki tekur pökkinn, sendur á Óla. Gunnar stoppar hann. Vel gert hjá Gunnari. Hann fer beint aftur á Óla. Óf, Gulli. Það var góð sending. Það var ekki alveg að taka við honum hann. Skot frá Jonna. Jonathan. Bæði liðið fara bara í skiptingu. Já. Svolítið mikið í því að skipta bara allir í einu. Já. Herðu. Jói er með hann og skýtur en Jóhann verið þetta. Vel gert. Reynir hérna sendingu á Björn. Ó, vel blokkað hjá Ríhans. Oh my god. Þetta var örugglega mjög vont. Já, ég bara, ég fekk bara sting í hendina á mig. Já. Ég var ekki til að fá skot frá Gunna í mig. Nei, ekki heldur. Herðu, það er bara tækling hana. Og reynir þetta sendingu fyrir en Gunnar nær honum. Sendur upp á Jóa. Vel gert hjá Bjarka. Reynir þetta sendingu upp á Pétur. Pétur hefði getað skautað eftir honum. Já. En hann sá kannski að hann var ekki að fara að ná honum. Já, allt lagi bara. Setja hann í æs. Já. Ísingu. Það er allt í lagi að sletta hérna held ég. Já. Ég held að fólk skilja alveg hvað að segja. Ég kann ekki nöfnin á öllum dómunum á íslensku sko. Ég get alveg viðurkennt það. Nei, ég ekki heldur. Það er fleiri komment komin. Já. Áfram Essa. Já. Eitruðu bóndakilur sko. Já, það er hérna Bergþór Bjarmi og Ágústsson. Já. Það ekki? Það ekki. Er einhverju fleiri bóndar í Essa? Það hlýtur að vera. Það er nú ekki mikið af bóndum hérna í bláa liðinu. Það nokkuð? Nei. Það er allt bara einhverju smiðir og eitthvað. Já. Herru. Fyrsti leikluti er búinn. Já. Við ætlum að fara í kaffipásu og svona velta hvort við vorum að segja ykkur vitleysu við ykkur hérna. Þannig að við bara sjáumst eftir korter. Heyrumst eftir korter. Bless.
Já, við erum mættar aftur. Fyrsti leikluti búinn, staðan 0-0. Það voru engin dómar heldur. Nei, það voru engin dómar, Engin ekki dómar. mörk. Gerðist nú ekki mikið í þessum leikluta? Nei. Þannig séð. Þannig að vonandi fáum við aðeins meira aksjón í þessum leikluta. Ég var alveg til í það. Það ekki? Svona gott aksjón. Ekki eitthvað svona, ef við skoðum minna. Já. Já. Hefðu, flautan hringir, eða bjallan. Og gleymir alveg hvernig á að tala þegar maður er með svona mæk á sér. Já. Það er alveg rosalega meðvitaður. Við skulum bara gleyma því og hafa gaman. Já. Veit ekki alveg eftir hverju verið að bíða hérna. Sindri dómari er að tala við fyrirliðana og þjálfarana. Já. Eitthvað verið að benda hérna inn á svelli. Heyri ekkert hvað hann er að segja. Nei, ekki heldur. Það er allir mjög ruglaðir hérna. Já. Erum við eitthvað skárri eða? Nei. Nú er eitthvað verið að tala við leikmennina hérna. Já, Sindri dómari stendur inn í boxi að tala við Erlu sem umsjón hefur leiknum, þannig... Já, ég bara hef ekki hugmynd hvað er í gangi. Nei. Já, vonandi fyrir þetta að byrja núna. Akkur kemur 5 mínútna dómur. Já, þau verið að senda Birki í boxi. Fyrir hvað? Kíktu á híturna? Nú er ég alveg týnd. Herru, opnum híturna. Já. Hann, Það er ekki komið inn, við þurfum að bíða þangað til að... Birkir Einarsson, númer 8, er allavega með 5 mínútna dóm. Er þetta ekki svona be careful what you wish for a moment? Var að segja að vildi meira aksjón Já. og þau bara bomba einu manni í boxi í 5 mínútur. En núna er ég bara rugluð og veit ekkert hvað er í gangi. Nei, ég veit ekkert hvað er í gangi, sko. En Sindri tala við Rikka hérna, dómara SA-megin. Já. Leiklutin náttúrulega ekki einu svona byrjaður. Nei. Mikið í gangi. Já. Þjálfarar SA eðlilega ekki ánægðir með þetta. Spýring. Heyrðu, ég var að tala við Gullu dómara, hún sagði að þetta væri 5+ game Já. fyrir... Spýring. Já, Þegar ég þú veit... fær með kilvuna svona í, þú veist, kilvu endan í... Já. Heyrðu, ég er með hérna dómablaðið. Nei, herru, ég hef aldrei séð þetta. Ekki heldur. Hvað, er þetta í stafrósinu? Hvað rugglar þetta? Heyrðu, þetta kemur örugglega Má ég sjá? inn á híturna. Já, spýring hérna. A single jabbing motion with both hands together, thus forward in front of the chest, then dropping hands to the side. Nei, þetta er náttúrulega verið að segja hreyfinguna sem að dómarinn á að gera, ekki hvað. Allt í lagi. Þarna fengum við smá dómarkennslu, ég vona að þið hafi lært eitthvað að þessu. Leksóra útskrifast gerð sem jarðfræðingur. Hún veit bara stein og eldgos. Já. Ég er svona klassískt dæmi það að vera booksmart en ekki streetsmart, Já, sko. en það er allavega 5+ game fyrir SA og Birkir situr dóminn þá eða hvað? Eða var það Nei, á Birki? Já, þetta er á Birki, þannig að hann er bara farin í sturtu. Ég sé ekki hver er í boxinu þetta fyrir hann. Nei. Herru, það er leikmaður númer 8. Já. Það er leikmaður númer 44 sem situr í boxinu fyrir hann, Andri Sverrisson. Og SA næra hendunum hérna út úr sóknarsvæðinu, nei, varnarsvæðinu sínu. Þannig að SA fær langt powerplay, það er eins gott að reyna að nýta það eitthvað. Já. Petar kom pökkinn, tekur skot, Jakob tekur hann. Vel gert. Vel var hjá honum. Þetta er
öflug lína sem við erum með í powerplay hjá SR. Við erum með Pítur, Sölva, Bjarka, Axel og Filip. Sjáum hvort þeir ná að búa okkar til. Svo í vörninni hjá SR erum við með... Það er Atli, Unnar, Unni og Halldór. Allir mjög öflugir líka. Enda náðu þeir að henda honum hérna út úr svæðinu sínu. Mjög örugglega. Filip tekur hann. Og skauta með hann. Droppar hann hérna á Sölva. Sölvi sendir hann á Pítur. Ætli Pítur finni... Leitar Hann á finnur Axel. skotinu. Axel sendir á Pítur. Þeir senda hann hérna á milli, reynir að henda honum inn á Sölva en... Og Halldór kemst á millipökkinn, eða inn í pökkinn. Vel gert hjá hann. Og Bjarki fer í hann. Og Halldór tekur hann. Og Axel er næstu því að halda honum inn í svæðinu. Þetta var vel gert hjá Halldóri. Og þeir fyrir bara strax aftur inn í svæðið. Úff. Pítur reyndi þarna sendingu yfir á Axel. Hann hittir ekki alveg í hann. Vel hugsað. Heiðar fer í pressuna. Og Filip kemur honum inn í svæðið. Heldur honum ennþá en... Jói tekur pökkinn, tekur hann. sendar hann bara yfir. Vel gert. Það er bara fínt. Þeir eru nú að ná að tefja fyrir S-eringunum. Já. Þeir eru ekki alveg að ná að stilla sér upp ennþá. Stiltu sér vel upp áðan. Já. En eru aðeins að ströggla við þetta núna. En Tókin er að keyra með hann inn í svæðið. Og þeir ná nokkrum góðum sendingum hérna. Gulli sendar hann yfir, Tóki vonn temmer. Það vantaði einhvern í rýbótið þarna. Já. Kárin er að halda honum inni. Gunni kemur pekkinum út. Og þarna er Heiðar með hann. Keyrir bara inn í svæðið. Gulli Yfir. þarna opinn, er ekki alveg að senda. Þeir ná að pressa vel, S-æðingarnir stilla sig vel upp. Loka vel á sendingarnar. Kári með pökkinn. Skýtur bara beint í Heiðar. Og Óli skýtur beint í Gunnar. Gott blokk hjá honum. Þetta var sníki skot. Já, En fer framhjá. vissulega. Tóki. Bjarki reynir hérna að senda í slotti á Kára en það var ekki alveg tilbúinn. Og Jói keyrir upp með hann, sendir yfir á Baltasar, nær honum ekki alveg. Balti. Pökkur týndist. Og S-eringar ná honum aftur. Kári kominn á siglingu, sendir á Pítur. Hann ætti nú bara að skjóta maður. Já. Hann er með rosa öflug skot. Já, nefnilega. Herðu nú mig. Jæja, nú er Bjarki Jóhannesson. Fáum að sjá þetta aftur. Hooking er það ekki? Já. Jæja. Já, Sindri dæmir hooking á þetta. Já. Þannig að nú fara þeir að spila 4-4 í 38 sekundur. Þá fara SA í powerplay. Gaman að sjá hvort þau nýti það. Já. SR var ekki alveg að ná að nýta þetta 5 mínútna powerplay sem þið fengu. Komnir í 4-4 núna. Já. Svona er þetta stundum. Það eru Jói tekur face og við. Á móti Gulla. Og SA heldur pekkinum. Gott cycle í gangi hérna, Unni með hann, skýtur. Beint í magan. Jóhann verður þetta léttilega.
Apríl ætlar að fara í að telja stúkuna. Það er hellinga fólki í stúkunni í dag. Gaman að sjá þetta. Og SA eru með pökkinn. Gunnar reynir að komast inn í slottið en SA er ekki að stoppa hann. Herru, hvað? Nei! Oh my god! Herru! Þetta munaði litlið maður. SA er ekki að koma honum út. Ég teldi 74 upp í stúku. 74? Halldór reyna þarna skot, heitir framhjá. Essan er að halda pökkinn minni. Gulli tekur pökkinn. Setur hann bara djúpt. Pökkurinn fyrir út á svellinu. En já, 74 upp í stúkunni. Það er ekkert annað. Það var einhvers að kommentaði hérna Andri. Já, var það ekki bara þegar hún var að pæla í hvers satt dóminn? Jú. Og Gína, stuðningsmaður, stæðsti stuðningsmaður SR. Já. Kommentaðar áfram SR. Minnsti stuðningsmaður SR. Já. Hún er hlægjandi að þessu núna, kellingin. Já. Með stærsta karakterinn samt. Alltaf gott að sjá Gínu í stúkunni. Það er SA komin inn í svæðið. Seringan á að stýra honum vel. Þeir reyna skot. En Jóhann tekur þetta. Þeir halda pökkinum, baltum pökkinn á Unnar, já. Jonni blokkar þetta vel. Já, og Axel nær honum og keyrir upp með hann. Hvað gerir hann? Herðu! Þetta er... Þetta er víti. Ég myndi segja það. Ég myndi halda það. Bekkurinn segir það líka. Já, var hann ekki komin einn á móti markið? Jú, hann bara flýgur á Jakob. Já, Grey Jakob. Já, ágríns. Já, herðu, þeir dæma víti á þetta. Það er víti. Á Kauða, á Axel. Við erum náttúrulega ekki hlutvissar í þessum málum. Nei. Bróður okkar Lexu hérna. Jæja, hvern lætur Mílos taka víti? Ætlar hann átti Axel taka það eða? Já, Axel vildi fá sjátátt í leiknum. Já, herru, hann fær nú aldeilis sjátátt núna. Já. Sjáum hvað hann gerir, kallinn. Axel Óranga, númer 9. Það lætur eins og að vita ekki hver hann er. Nei. Þeir hérna fær smá peppi á Jóhanni. Það er verið að laga markið hérna þessa megin. 8 mínútur eftir af dómnum hjá Bjarka. 8 sekúndur? Nei, 8 sekúndur segi ég, meina ég. Það var 8 mínútur eftir. Það er langur og góð dómur. Já. Þau eru eitthvað að sópa snjónum í burtu frá markinu þarna þessa megin. Og Jakob gerir sér til. Spennt að sjá hvaða move Axel púlar hérna. Já, ætlaði hann taki milli lappana. Það er alveg klassist hann. Er það ekki? Jú. Við sjáum hvort það virki. Ætli Jakob sé ekki vanur að verja eitthvað svoleiðis? Jú. Vel gert hjá Jakob. Já. Hann reyndi. Ég gæti ekki gert þetta. Nei. Ég hefði aldrei nokkuð tíma þórað að púla þetta, þannig þú veist. Hats off fyrir það. Já. Virkaði næstu því. Já. Jakob var bara einu skrifa undan. Já. Hann las Axel held ég bara. Já. Það er búin að æfa saman svo lengi, eða ekki? Í yngri flokkunum, í SA. Jakob var náttúrulega útispilar fyrst. Þegar hann var yngri. Ok. Ég vissi það ekki. Þetta eru fréttir fyrir mér. Þú veist þegar við vorum lítil. Já, Axel fór náttúrulega út svo... Hann var út náttúrulega mjög snemma. Og Gulli keyrir hérna með hann, skítur. Jakob verður þetta léttilega. Jakob fær bara alla menn í sig. Jói ítir hérna
Hver var þetta? Óla inn í mark S-æðinga. Þeir eru svolítið mikið að vera inn í marki S-æðinga í leiknum. Ætli það sé eitthvað búinn að segja þeim að pökkurinn á að fara í markið en ekki þeir sjálfir. Herðu, Jakob átti einhver orð við markadómarann. Það er verið að kalla á dómarana í bóksið. Ætlar að dæma eitthvað á þetta? Nei, ég var það. Ég held ekki. Nei. Þetta var náttúrulega- myndin eða neitt sko. Nei. Þessir menn voru náttúrulega bara í markinu og í krísunni. Já, einmitt. Ég hefði líka hitt leikmennum burtu. Já, algjörlega. Algjörlega. Það var bara, Það er ekki við öðru búist þegar Nei. maður planta sér þarna sko. en Sindri á einhver orð við bóksið. Já, þeir stilla upp í face-off. Leikurinn heldur áfram. Engin dómur á þetta. Nei, nei. Liðið spila bæði fullskipuð og það er Kári á móti Jóa. Og Kári vinnur hann. Óli tekur hann hana. Bjarki. Tekur Hvað gerir hann? skotið. Skítur, beint Í Jakob. magan. Beint í magan. En maður skorar ekki ef maður skýtur ekki. Nákvæmlega, nákvæmlega. Og það er aftur Kári á móti Jóa í face-off og Kári vinnur hann aftur og Óli tekur hann aftur og skítur sjálfur Fer framhjá. Felix reynir að stoppa ökkinn. Jói tekur hann. Sendur upp á Gunna. Bjarmi missar af pekkinum. Og S-ringar haldunum. Bjarki reynir að senda þetta upp, enginn til að taka við sendingunni. Herðu, Gunni tekur bara gullu niður. S-æðingar eru með pökkinn. Bjarmi skautar upp. Og skot. Skýtur. Jóhann Ver. Þeir nú létt með það. Það var náttúrulega skot hjá miðunni. Jú, það ekki. Og þeir stilla hérna upp í varnarsvæði SR. S-ringa. Og þetta eru Unnar á móti Pétri. Unnar vinnur þetta. Atli tekur pökkinn og skýtur. Ég sá ekkert hvernig pökkurinn var að fara þarna. Það er smá. Nei, og Balti hann tekur bara- lekur inn. Herru, við ætlum að sjá Herru, við endursýningu. Sjá replay að þessu sko. Balti tekur bara pökkinn Lúmst skot þarna. og hann leikur inn. Þetta var mjög vel gert. Vel gert hjá S-æðingu. Já. Ég hélt að Jóhann hefði verið með. Já, Já, var þetta ekki Balti án stóðsendinga? held það. Eða nei, það var einhver annar bakvið sem að senda hann, eða ekki? Já, sjáum hvað þau segja. Apríl opnar hérna híturna og Já, tekka hvað var skráð á þetta. En nú er staðan orðin 1-0, SA í vil. Og SA-ingar halda pekkinum, komanum inn í svæðið. Herru, þarna fara Kilvi fljúandi, einmitt. og hanskar.
Ég heyrðist Erla segja að þetta hefur verið stóðsending frá Unnari. Ég held það. Já, er það ekki? Hvað er þetta? Þeir eru svo tæpir. Hann vill ekki inn. Jakob stóð bara eins og, Herruðu nú mig. Það er komin hitt í leikinn. Þeir ætla bara að setja hann inn fyrir það. Já, þetta var Baltasar sem átti markið með stóðsendingu frá Unnar Rúnarssoni. Vel spila hjá þeim. Já. Bjarki kom í pökkinn, sendur á Pitt. Einmitt. Já. Sölvi sendir hérna á Axel, Axel kominn inn. Sólar hérna Ágúst alveg upp úr skónum. Skautunum. Herru, Pétur kom í pökkinn frá markið. Já. Í brúsan. Oh my god! Þetta var rosalegt. Þetta var fallegt. Maðurinn er náttúrulega stór hættulegur Já. þegar hann bara skýtur pekkinum, sko. En þú veist, Pétur líka, ég held að flest mörkin hans hafa verið uppi í skeytin. Já, er það ekki? Jú. Ég held það nefnilega. SR jafnar leikinn, staðan er 1-1. Þeir lofa sko spennandi leik hérna strákarnir. Já. Það að halda okkur á tánum í kvöld. Já. Það var ekki smá negla hjá hann. Ég væri alveg skítrædd að ég væri markmaður á móti þessum manni. Já. Ég myndi ekki þora að standa fyrir skotunum hans. Nei, ég myndi bara pakka í töskur og fara í burtu, sko. Já. Eins með Gunnar. Já. Gunnar Aðalgeir. Þú ert svolítið þannig í, hérna, kvennadeildinni, sko. Já. Ég vil ekki fá skot frá Apíl Orangan í mig, sko. Nei. Það fer ég bara í burtu. Já, no comment. Það er kallaleikur. Allir tekur pökkinn. Eru þeir ekki alltaf að tala um sig sjálfa þegar Jú. þeir lýsa okkar leikjum? Reyndar. Nei, anyway, herðu. Hérna, það er bara áttum pökkinn í horninu. SR-ingar. Sölvi tekur hann. Er þetta Sölvi? Nei, þetta var Óli. Óli, já. Æ, þeir líti allir eins og. Ég er sammála. Felix Nær, og Gulli speklar honum yfir markið. Úff. Og SR-ingar ná honum. Gulli var bara, stóð þarna einn í bardagum mótið þrem. Já, einmitt. Þeir stóðu svolítið bara og horfðu á Já. hann með hann. Þeir eru ekki alveg, þeir eru eitthvað þreyttir. Já. Laugardagur í þeim með. Þetta Unnar kom pökkinn frá markið. Það er stórhættulegt. En Jóhann verið þetta Já. léttilega. Og þeir stilla upp í face-off hérna í varnarsvæði SR-inga. Heiðar á móti Heiðari. Annar Heiðarinn kom betur út á þessari baráttu. Nú er SR-inga með pökkinn. Söldan tilbaka. Herðu. Nei, herðu, skot frá SA. Jói verið þetta, Jóhann, jésús minn. Ég hef aldrei heyrt neitt kalla hann Jói. Nei, ég veit ekki hvaðan þetta kemur, sko. Þetta kemur bara frá þér, Laxa. Já. Nei, hann var að segja mér eitthvað daginn að það hefði eitthvað verið að kalla hann Jóa. Hann hefði verið ógeðslega pirraður yfir því. Það er icing. Ég hef búinn að læra einhverjum dóma á íslensku eftir að hafa setið í bóksunum með Degi. Já. Hann er, Einmitt. hann segir allt á íslensku. Hann gerir það nefnilega. Já. Kann að meta. Maður þarf að læra þetta á íslensku. Já. Að tala okkar móðum á. Það er svona annað af þeim. Herru. Þess er ekki að ná hérna skota mark. Það var ekki inn. Já. Við fáum face-off inn í svæði SA-inga. Það verður þá Heiðar á móti Jóa. Jói hafði betur. Og Bjarmi kom í pökkinn. Pétur heldur nú bara inni. Ríhard. Hitt ekki alveg. Ja.
Serikar haldunum, en Gunnar kemst í þetta, sendir hérna á Una. Flott breakout hjá SA-ingum. Það er ekkert að gerast í kommentunum, en það eru komnir 121 í streymið. Heyrðu, hei, þetta er dómur. Þetta er dómur, allt hlaut að vera. Fáum við annað víti? Nei, hann var ekki. Sjáum þetta aftur. Já, með replay á þessu. Pétur kemst hérna í hann, keyrir upp, það er bara kill var beint fyrir. Þetta var tripping. Það er ekki fella á íslensku? Jú, þetta var fella. Það var fella. There we go. Svo sletti ég bara meira eftir á. Herri, ég ætti bara að hætta að tala heldur, sko. Herðu, SR er komin í powerplay. Sjáum hvort þið nýta það. Já. Með Jói Leifs fyrir bóksi. Nei, 2 mínútur fyrir Sindri sendur hann bara út af. fellu. Hérna sjáum við fyrstu powerplay-línu SR-inga. Sölvi, Pítur, Filip, Bjarki og Axel. Mjög öflug lína. Öflug lína. Þetta eru allt menn sem geta skorað mörk. Já. Gunnar Heiðar, Unnar og Halldór standa vörnina hjá SA-ingum. Og Pítur skýtur. Í hausinn. Ekki gott. Nei. Ekki gott. Og Pítur aftur með hann. Sendir hérna yfir á Filip. Skýtur og skorar! Það er ekkert annað. 2-0 fyrir SR-ingum. Þeir náðu að fá að nýta powerplayið. 2-1 fyrir SR-ingum. Herru, við sjáum replay af þessu. Pítur sendir hérna yfir á Filip sem hann neglir hann svoleiðis inn í markið. Glæsilegt. Það er teknisk veisla hérna í kvöld. Já. Og undir stjórn Mílosar. Hann hefur verið að segja þeim eitthvað gameplan á teknísku, sko. Fyrir lengi, það lítur eiginlega að vera. Ég kann svona 3 orð í teknísku. Já, það er Engin bara... eru falleg. Nei. Bara sem að heyri Mílo segja þannig er pirraður. Mitt. Þeir bara missa allir af bekkinum hana. Já. Þeir reyndi ekki svona ná. Nei. Það var góð sending, já. Það er SA-ingar senda hérna fyrir markið. Engin til að taka við sendingunni samt. Gott blokk hjá Gulla. Það er barátta hérna í horninu. Þeir halda bara áfram berjast um puckinn. Já. Dagur tekur puckinn, skýtur í Óla. Kárin er næstu því að pota honum út. Já, SA-ingar halda honum inni en fara svo allir í skiptingu. Ja, nei. 3. Og SR-ingar skjóta. Kári skýtur langt yfir. Kári er alltaf að segja mér að taka einhverja frábæra glæsilega one-timera. Ég vil sjá það frá honum. Já, sammála. Talandi Kári var að segja hérna í streymnum daginn að hann ætlaði að fá sér gula reymar. Það er ekki ennþá búið að gera. Ennþá að bíða eftir þessu, sko. Já. Herðu, mark nr. 2 hjá SR var skorað af Filip með stóðsendingu frá Pétur og Axel. Glæsileg. Heiðar og Jói stilla hérna upp í face-off í miðunni. Hér tekur face-offið. Filip brýtur kylfuna. Já. Herru, hann kastaði henni bara inn á fyrra. Og hann bara greip hana, þetta var alveg smooth. Já, einmitt. Herru, Pétur með hann. Þeir eru 4 móti 2. Skýtur, Framhjá. Toggi með puckinn, Þorgils móti Jóa. Já, við getum alveg kallað. Já. Þeir kalla mig alltaf Lexu í streyminu. Já. Uni heldur bara pekkinum, vel gert, setur hann djúpt. Sjá hvað Unnar var ekkert eðlilega hraður að skauta út pekkinum. Já, er það grínast? Ég skaut ekki svona hratt. Ekki heldur, það er ekki nálægt í.
Camilo fyrstur í pökkinn. Ómar tekur hann. Góð barátta hérna hjá þessari Og línu. Ormur. Ómar, Unnar tekur hann. Það eru klassið nöfnum saman sko. Skot og mark, Unnar Jóhann tekur við þetta. Hérna, Bjarki. Já, Bjarki með hann, sendir hérna yfir á Camilo. Bara í gullu. Þannig að dómarinn er með í leiknum. Herru, hann missir bara af pekkinum. Sölvi tekur hann, hvað gerir hann? Hann tekur einhverja hringi þarna. Þetta myndi hann skamma mig fyrir. Já. Jæja, Filip með hann. Þeir halda honum. Sending, Beint á Alla. Beint á Alla. Ágúst kom með pökkinn. Setur hann bara djúpt skot. og tekur skot. En Jóhann tekur þetta léttilega. Fáum uppkast í varnarsvæði SR-inga. Það eru Sölvi á móti Heiðari. Sölvi tekur það. Filip og Andri hérna í baráttu Það í er bara- horninu. Sölvi mættur í þetta. Ágúst líka, er það ekki? Jú. Það virðist enginn ætla að ná Nei. pekkinum, hann ætla bara að Nei, bara vera eitthvað hann að skoppa fram og tilbaka. Já, og bara aftur þangað, eftir mál. Æja. Heiðar Ok, tekur Heiðar hann. kom með hann og Filip sendir hérna yfir á Felix. Snýr hérna Una vel af sér. Og á Axel. Sendir upp á Axel. Einn móti einum. Hvað gerir hann? Hann er kominn Hvað í gegn. gerir hann? Þetta var geðvikt. Þetta var geggjað. Oh my god, hvað það var gert hjá Við ætlum honum. að sjá þetta upp á nýtt. Við erum að sjá replay að þessu, Replay. sko. Herru, þeir eru líka allir þrír búin að fagna alveg eins. Ertu búin að taka eftir? Já. Þeir eru Veitu, svolítið skautar hann með hann. fer í gegnum, bara Kemst í báða. gegnum tvo menn og Upp í neglir hann skeytin. upp í skeytin. Vel gert. Glæsilegt hjá honum. Herðu, staðan er, Hann tók öll 3-1. góðu genin á okkur, Amil. já, Ekki getum við skorað svona. ég skor allan ekki svona. Nei, ekki heldur. Ég bara skor ekki punktur, sko. Herru, staðan orðið 3-1 hérna fyrir SR. Það eru 4 mínútur eftir og 20 sekundur já, að öðrum leikluta. 21, Kára rétt móti skal vera Jóa. rétt. Sjá, þeir bara missa allir af bekkinum. Ég bara þá að jafna mig eftir þetta mark. Já, Eðlilega flott. Sko þeir þurfa eiginlega að skora eitt í viðbútt af því ég vil sjá hvort þeir fagna allir eins með löppin og svona upp í lofti eins og ykkur, veitu hvað ég meina? það er eitthvað, Þetta er áhugavert. En þú veist, svona gaman að sjá eða eitthvað. það eru Kári tekur bara bökkin, nei, Jæja, nei. sendir hérna upp á Óla, nær hann ekki alveg, kemur hann djúpt. Það er Kári og Unnar berjast um hann í horninu. Og það er Halldór. Keyrir með hann. Standa 3 í vörninni. Reynir að senda upp á Atla, hann nær Atli hann ekki dettur. alveg. Og það er Óli, Pétur með Óli honum. og Pétur. Það er reynslan, herðu. Hey. Jæja. Læ. Og Ágúst kominn einn á móti marki, skítur. En Jóhann verið þetta. Vel gert hjá báðum. Herðu, mark nr. 3 hjá SR skorar Axel með stóðsendingu frá Pétur. Þetta er kröftu línu, Þetta sko. er. Fílas veit alveg hvernig er að gera Já. með þessu. Axel var eitthvað að reyna að spila vörn hérna fyrr á tímabilinu. Hann er aðeins svo mikill sóknarmaður í sig, Já, held ég. það var ekki Það var ekki alveg alveg fyrir að hann. gera sig, sko. En það er timeout fyrir Essa. Essa tekur timeout. Essa tekur timeout. Pétur hérna er komið með 3 stig í leiknum.
á þeirra mörgum. Já, ok, vá. Gamli. Herru, við reynum að sjá hvað Mílos að segja við drengina hérna. Á ég setja mækið niður. Já, setja niður. Kemst ekki yfir á, sko, S-bekkin nefnilega. Apríl reynir hérna. Já, ég heyr ekki neitt, sko. Jæja. Þeir eru með eitthvað svaka gameplan hérna, bæði lið. Sjáum hvað kemur út úr þessu. Ég setti mækið minn hérna niður á SR megin, ég veit ekki hvort þið heyrðu eitthvað. Ég heyr allavega ekki neitt, en Hann segir hérna nei, en það mátti reyna. Sölvi horfði á mig þegar ég gerði þetta og fór bara að hlæja. Ég held að Kári væri mjög stoltur af mér. Já, ég held það líka. Við erum að feta hérna í fótsporum þeirra í leiklýsingu. Við erum ekki alveg komnar á sama plan og þeir, sko. Ég segi bara öllum að sleppa og hlusta á fyrsta leikluta. Hann var alveg agalega... Voða tensaður. Góð sending yfir á Filip. Filip tekur bara skotið. Jakob fyrir léttilega með þetta. Ríhard stekar hann hérna heldur hann minni. Sendur á Pétur. Og S-eringar haldur hann minni. Fólki í streyminu hefur ekkert að segja við okkur allavega. Nei. Það var alveg gaman að fá að heyra eitthvað. Við tökum allir gagnrýni, góðri og slæmri. Herðu, bara endilega láta ykkur heyra. Herðu. Tekur bökinn á Ómar. Ómar! Ómar næri ekki alveg að taka skotið. Skotið. Herðu. Sem sagt, frá Akureyri, að það er í stekki. Eru nú ekki flestir í streyminu frá Akureyri að hlusta núna? Jú, það hlýtur að vera. Sýnist bara allir í Reykjavík vera á staðnum að fylgjast með hér. Ég veit að mamma er heima á horfastreymið, sko. Já, það er bara til við vonum að lýsa. Hún vildi svo heyra okkur. Já. Heyra hvað við höfum að segja. En hérna, Halldór er með pökkinn. Setur bara góða sendingu upp á vina og þeir eru komin inn í svæðið. Jóhann tekur þetta bara. Einu og hálf mínúta eftir á öðrum leikluta. Herðu, við vorum að fá frá Helga Pál. Þið standið ykkur vel í lýsingunni. Upprópunarmerki. Og takk Helgi, kann að meta, sko. Það er gaman að heyra. Já. Takk fyrir. Við erum nú ekki alveg búin að ná þér satt. Nei, en við reynum. Við reynum. Kannski einn daginn, hver veit. Já. Hver veit. Við vorum bara plataðar í þetta í gær, sko. Það var ekki alveg... Buðum okkur ekki frambeint, en já, þetta er skemmtilegt. Þetta er það. Ég hef gaman að þessu, sko. Það er einhver hérna bardagi í horninu. Já. Sjáum hver tekur pökkinn. Það er SR. SR hefur betur. Axel Felix og upp á... Axel á Peter. Hann er bara svo einhver veggur. Hann er bara svo stór. Já, og... Heiðar hittir ekki pökkinn. Nei, Felix. Sölvi sendir hérna upp á Axel. Sem skýtur. Það eru 30 sekúndur eftir að öðrum leikluta. Já, sænga dömpunum bara inn í svæðið og fara í skiptingu. Heyrðu, Gunni tekur... Ætlar hann skori? Já. Ætlar hann skori? Yfir. Lengst yfir. Þið myndi allan ekki vilja vera markmann móti honum. Nei. Ég myndi bara ekki vilja vera markmaður punktur. Nei. Ég ber mikla virðingu fyrir markmönnum. Já. Að koma sér viljandi í þessar aðstæður. Já. Það er bara hats off fyrir ykkur, sko. Það eru 4 sekúndur eftir af leikréttunum og við fáum uppkast í svæði S-æinga. Yes. Það er bara Og skot. það er skot á mark. Gulli tekur hann og flott sending þarna.
Þurftu nokkra sekundur í viðbót til að klára þetta færi. Já, það var aðeins meira að gera í þessum leikluta heldur en hinum. Já. Gaman að sjá. 4 mörk, staðan orðið 3-1. Já, nokkru dómar og nokkrir, kannski verður eitthvað meira að gera í næsta leikluta. Já, við allavega hvetjum alla til að koma aftur eftir kaffipásu eftir korter. Við ætlum að fara í smá pásu. Já, við heyrumst. Bless.
Já, við erum mættar og staðan eftir annar leikluta er 3-1 fyrir SR og Við erum komið nokkuð komment Já. hérna á streymið, kunnum að meta, við ætlum að fara aðeins yfir þau. en hérna Helgi Páll spyr að fá að vita hvað með dóminn, spearing dóminn Já, einmitt. og það er sem sagt Við fengum sem sagt útskýringu frá dómarunum, dómarunum. við fórum að tala við þau Já. en sem sagt, útskýrðu þú. Já, herru, dómurinn sem sagt átti sér stað í fyrsta leikluta en það var línudómarinn sem að sá hann og hann má samkvæmt reglum ekki flauta dóma þannig að hann þurfti stoppa leikinn. Já, eða stoppa leikinn þannig að hann þurfti að bíða hann þurfti að bíða þangað til bíða fram að næsta flautu og það var ekki fyrr en í öðrum leikluta þarna í byrjun. Þannig að já, þetta átti sér stað þá. Það ser enga með pökkinn. Koma hérna hræðri siglingu inn í sóknarsvæði. Toggi skýtur hérna. Það ser engar haldunum ennþá inn í svæðinu. Sölvi tekur hann upp á Settur á Peter, Peter sem skýtur í netið. langt yfir. Ja, hröðbyrjun hérna í þriðja leikluta. Já, Lofa góðu. Mikil spenna. já, Fengu ykkur fleiri komment á streymið? eða? já, Helgi Páll bara, segja að við stöndum okkur vel Já, herðu, kann að veta. og spyr með dóminn og Dúi segir bingo borðið 7 Einmitt. og Sandra segir að henni finnst við vera æði og hún þurfa að mæta og því það er enginn að hvetja í stúkunni. Ég er alveg sammála því. Já, ég er sammála, sko. Stúkan er rosalega döð í dag. Já. Þurfum að reyna að gefa þau eitthvað signal hérna. Fá þau til að láta sér heyra það, sko. Já, en hérna Essa er komin. Já, þetta endist ekki lengi. Blokk hérna hjá Jonna, nei, einmitt. Herðu, hann er komin í gegn. Og skorar! Óli skorar Óli fjórða mark skorar. SR með stóðsendingu frá Jonathan og við ætlum að sjá replay. Koma sér í skyndisókn. Óli skýtur hérna og skorar. Vel gert. Mjög vel gert. Þá er staðan orðin 4-1 fyrir SR. Friðjón okkar maður var að setja komment í streymið. Já, fínt já sæll, hvað þið eru frábæra að lýsa þessum skemmtilega leik. Mættu segja oftar hver er með boltan. Já, Friðjón. Herru, Essa er með boltan. Við erum alltaf í boltanum, sko. Herru, það er barátta, ég sé ekki alveg hverjir eru í henni. Já. Það er dómur á SA. Biðdómur á SA. Jóhann skautur út af. Og Sindri flautar hérna. Já. Jói Leifs er að fá dóm fyrir Ég hef- hooking, krækju. Já, fyrir krækju. Nei, þess er ekki að komast aftur í powerplay. Sjáum hvort þið nýti það. Fyrsta powerplay lína SR er mættið inn á. Stór hættuleg lína. Stór hættuleg, sko. Og á mótið þeim eru Gunnar, Heiðar, Ágúst og Uni í PK. Og SR-ingar ná pekkinum eftir face-off, Axel með hann. Heldur honum og neglir skorar. honum inn! En Vel gert til hjá honum. leiðrétta því, þá er þetta Bergþór Bjarmi. Ég meinti það, sko. Herru, sástu vagnið? Herru, Sástu við vagnið? sjáum, já, Við sjáum hérna, við fáum replay af þessu. Ég sá ekki fagnir nefnilega. Það var bíða eftir því. Pítur sendir hérna yfir á Axel sem heldur honum, fer framhjá og skýtur. Vel gert, vel gert. staðan er 5-1 fyrir SR. Og fjórða markið hjá SR skorar hann Ólafur með stóðsendingu frá Bjarka og Gulla. Var ekki frá Jónatan? Jú, ég held það. Já, Aha, þeir já. fara yfir þetta og eftir Já, drikkjandi.
Og 5. markið var að skora hvað? Axel stóðsendingu frá Pítur? Axel stóðsending frá Filip og Pítur. Já. Eru þeir ekki búin Bara að þetta er klassíska. Já, þetta er klassíska, sko. Þetta virkar. Maður breytir ekki því sem virkar. Nei, nákvæmlega. Herru, Kári tekur pökkinn. Bara sólar einn og... Kemur hann inn í svæðið. Reynir að senda hérna upp á varnamann SR en... Andrei kom með pökkinn. Á Halldór. Pökkinn með framhjá. Og Gulli reynir skot en vel góð vörn þarna hjá SA-ingum. Felix hendur hann på djúpt. Og hann setur pökkinn bara djúpt og SR tekur skiptingu og SA sýndist mér líka. SA með pökkinn. Barátta hérna við Batta. Já. Jói kom með hann. Markið er laust. Jóhann lagaði það. Og það er rangstæða. Þetta mark í SR-svæði núna er búið að losna mjög oft í þessum leik. Já. Nefnilega, sko. Mörkin hérna eru nefnilega svo leiðileg. Já, en Ómar á móti Heiðari. Ómar tekur face og fið. Og Camilo með hann. Hér er Ómar. Á Jonna. Og ætla hann að taka skoti. Nei, Koma vel Bjarki. gert. Vel gert. Gott blokk hérna líka. Já. Gunnar bara lósa pökkinn út. Gengur ekki alveg upp. Það er barátta þarna í horninu. Við sé ekki alveg Nei, ég hvað er í nefnilega ekki gangi. heldur. Við erum ekki með besta, hérna, angulið á Heyrðu, þetta. Uni, hann er stórhættulegur. Skítur. Yfir. Þetta er náttúrulega, það er bara eitthvað í Blöndal genunum. Já. Bara stórhættulegur ísöksmiðlega. Við erum náttúrulega í línu með Sögu í kvennaliðinu, Sögu Blöndal, sko. Stórhættuleg. Já. Góður playmaker. Dómari kallar að spila. Varnarmennirnir reyna þetta D2D, það tekst ekki alveg. Jói heldur pekkinum. Já. Það heyrði ég Mílos öskra stick on the ice, Sölvi. Mér finnst það nú hafa sagt þetta nokkru sinni við mig á æfingu. Er það góð sending? Hann er ekki alveg að taka á mótinni. Það er Atli. Já, Atli ætlar að reyna að komast fram með öllum. Það er vel gert hjá hann, tókst ekki alveg. Sölvi hendur hann djúpt. SR-ingar fær í skiptingu. Og það er Dagur með hann. Já, keyrir hérna upp, kemst inn í svæði sjálfur. Hann fer bara fram hjá einum og öðrum. Hann er ekki búinn að gleyma töktunum. Nei, nei. Og það er Óli yfir á Gulla. Missar hann næstu í þarna. Ágúst er kominn og gott blokk hjá Bjarka. Já. Já, Bjarka. Og SR-ingar stilla sér upp í... Og það er skot. Blokkaða Bjarma, eða ekki? Jú. Hörðu nú mig.
Mér finnst pökkunum bara vera, Já, það er eitthvað, ég veit ekki hvað ég á að segja, hann er bara, það er eitthvað pingpong í gangi Já. hérna í miðinni. Herru, Filip er með hann. Góð vörn hjá SA-ingum. Það er Unni sem tekur hann. Herru, hann grípur bara í hann. Sindri segir bara hættu og höldum áfram. Já, allt í lagi. Ætla ekki að segja neitt. Nei, við rífumst ekki við dómarana. Nei, aldrei. Jæja, herru, það er barátta í horninu. Það er einhverjir hanskar hérna á ísnum, víð og dreift. Heiðar er komið pökkinn, sendur bara Gunna. Og Halldór tekur bara pökkinn og ákveður að gera það sjálfur. Rangstæða. Rangstæða. Já. Við tökum face-off hérna. Ómar á móti Jóa. Báðir mjög öflugir í face-offum. Pökkurinn fer út á svæðinu. Atli sendur bara langan. Jói er á undan Felix. Og það er Ómar. Hann er kominn inn á ferð. Ómar nefnilega getur skautað Já. þegar hann byrjar. Hann er mjög snöggur. Já, Heyrðu, og Camilo. sendi ekki á Camilo. Hann var hann að Benni Jæja. alveg opinn. Rangstæða. Herru. Já, við stillum aftur upp hérna fyrir utan bláu línu S-eringa. Það er Sölvi á móti Heiðari. Og pökkurinn lendir í miðjunni. S-eringan á honum. Góð sending frá Sending Filip. upp á Sölva og Axel. Æ, Hann bara flýgur. þetta var nú okkur líkt. Já, aðeins meira heldur en mörkin hans allavega. Gott skot. Jóhann, jésús minn, verð þetta. Það er Þú svona ert að fara, hann er að fara, Hann er að fara að slá mig, sko. já. Þetta er svona því ég byrja að segja eitthvað í djóki og svo festist þetta og ég get ekki hægt að segja það, sko. Og það er face-off hérna í varnarsvæða S-eringa eftir Uppkast. æsing. Já, uppkast segi ég. Við erum búin að sletta helviti mikið í þessum leikluta. Herðu, Essa vinnur face uppkastið. Og það er Pítur með hann. Hann sendir bara langan. Sendir langan Sölvi. og Sölvi keyrir. Jakob sendir hann Axel hérna með pækkinum. á Axel bara. En það er sæðinga að koma honum út, vel gert. Jæja, Það er pökkunum bara týndur. Já. þannig ég fann hann aftur. Já. Tokki á Filip. Filip. Já, einmitt. Þeir fara fyrir skiptingu. Uni er með pökkinn. Og það er Kári. Og já, sælir. Herru, sæðingar haldunum minni. já, Konum djúft. 2-4. Já, Já. það er bara verið að, já, akkurat, einmitt. Herru, Gulli með hann.
Það er nokkur Kári orðaskipti hérna á... og skot. En Jakob verð þetta, Heyrðu. hvað er í gangi? Það er komin hitt í Það þetta. er komin hitt í þetta. Það mætti segja það. 10 mínútur eftir og 18 sekundur að þriðja leikluta. Já, allt getur gerst. Leikurinn er ekki búinn. Allt getur gerst, sko. Vonum nú að menn fari ekki að slasa sig hérna fyrir úrslitakeppnina. Nei. Ekki? Og það er uppkast hérna í varnarsvæði SA-inga. Heiðar á móti Kára. Og Kári tekur hann, skýtur. Og það er Jakob er með þetta, alveg með þetta. Við erum létt með þetta. Hann vil létt með þetta. Það er rétt. Það er bara annað uppkast inn í SS-svæði. Aftur Kári á móti Heiðari. Og það er Kári sem hefur betur. Óli með hann. Skítur! Þetta var lúmst. Það er mjög vel gert hjá hann. Það er sængan á honum. Og Atli bara keyrir með hann. Er þetta ekki Atli? Og Óli nær honum á honum hann. Reynir Jakob að tekur senda hann. fyrir markið. Fáum uppkast inn í SS-svæði. Það er Heiðar á móti Jóa. Flott sending. Og, já, Herðu! Ég sá hann ekki fara inn. hvern, ha? Herru, Pétur. Hvar fór hann inn? Herru, við ætlum að verðum fá sjá replay af replay. þessu, sko. Endursýningu. Já, ég myndi það. Skot hann frá Filip og Pétur tekur hann og treður honum einhvern veginn þarna inn. Finnur einhverja glufu. Já. Ég veit ekki alveg hvernig hann fór á þessu. Ég sá bara ekkert opið þarna. Nei. Einhvern veginn fór hann inn. Staðan er þá orðin 6-1 fyrir S-ringum og það eru 9,5 mínútur eftir af þriðja leikluta. Tónlist enda á gangi. Felix reynir að senda upp á Camilo, hann nær honum ekki alveg. Þetta fer í ísing. Heitir það ísing á íslensku? Í alvörunni, er það ekkert annað? Ég hefði haldið að vera eitthvað annað. Dagur séð þetta allavega alltaf. Já, það? Já. Ok. Ég treysti Degi, sko. Já, Hann veit ég alveg hvað hann er líka. að tala um. En mér heyrðist að segja að markið væri skorað af Pétri Já. frá Filip frá Felix. Sjáum hvað kemur upp. Já, já. Og það er Benni. Nei, S-ængar eru með hann. Það er Bjarmi. Hendur hann bara djúf. Felix sendur hann bara í ísing. Ekki sáttur með sjálf sig þarna. Já, það var sem sagt mark nr. 6 var Pétur, Filip og Felix. Flott. Já. Jói með pökkinn. Og reynir hann að heyrðu. rappa ránd. Munaði litlu. Pökkurinn var bara laus. Já. Jóhann ver þetta. Og það er Benni. Camilo. Og Benni skýtur hann.
Bjarki skítur. Camilo speiklar hann í glerið. Góð hugsun hjá þeim. Grípur hann úr loftinu bara. Og það er Sölvi. Eitthvað flæktir í kílunum hann. Sölvi sendur upp og hýtur hún bara. Það er komin hitt í þetta. Herðu, Sölvi fær í pökkinn. Og hver er með honum? Hver er með honum? Og Pítur, hann reynir að finna hann finnur Pítur, hann ekki alveg. Heiðar er komin á ferðina. Á Una, Og það er Axel. Það sendi bara beint á Baltasar. Nei, hérna, Birki. Baltasar. Nei, Baltasar. Alveg út af þykju. Og það er Tokki með hann. Þessi er engan á honum hann. Já, einmitt. Filip reynir þarna sendingu, sendir bara beint á Jóa Leifs. Og Jói með... Og Óli nær honum. Nei, hvað? Dómur á Bláan eða Já, Filip. á Filip og nú ok. 2 mínútur fyrir Fyrir hooking held ég. hooking. Já. Frækju. Er það ekki? Jú. Jú. Yes sir. Yes ma'am. Yes, ma'am. Herðu, Essa. Já, nú Komin í fáum við að powerplay? sjá. Já, nú fáum við að sjá Essa spreyta sig í powerplay. Já. Vonandi náðu að nýta það eitthvað. Hérna Voru sjáum ekki við- fljótir að skora powerplayinu sínu áðan? Fyrsta Vá, markið ég var man ekki það powerplay. Ég vil ekki segja neitt rangt, þannig ég ætla að hætta að tala. Já, þetta er best sko. Já. Herru, hérna sjáum við Jóa, Baltasar, Una, Gunnar Og og Atla í powerplay. Það er góð lína. Það er kröftug lína. Jóhann verð þetta. Þeir ættu nú alveg að geta skapað sér færi þessi lína. Og það eru Kári, Óli, Bjarki og Jonni í vörninni fyrir SR-inga. Sjá hvort þeir ná að Þetta standa var bara þetta af blind sér. pass. Blind sending. Og það er Unni. Og ætli Gunni taka skotið? Nei. Já, Bökkar fyrir yfir. Mjög vel spilað. já, mjög flott hér. Fundu þess að sendinga hratt og Já. Maður sér að þau eru búin að æfa þetta lengi og vel. Þeir fara í skiptingu. Þá er Heiðar, Ormur, Bjössi, Halldór og Andri. Komnir inn. Andri Sverris. Já. Ég Það held er ég- reynslan í Já. blandu unga og efnilega. Þeir ættu nú alveg að geta skapað eitthvað flott hérna. Og það eru Gulli, Heiðar, Felix og Tóki sem að standa á vörnina fyrir SR-inga. Sjáum hvort þeir standið af sér. Essa með pökkinn ennþá. Og pökkurinn fyrir í netið út af söllinu. Það eru 7 sekúndur eftir að Powerplay. powerplay. Filip kemur inn á fyrir SR-inga. Sjáum hvort þeir haldi út þessar 7 sekúndur SR-ingarnir eða hvort þess að ná að klára yfirtöluna.
kemur Filip úr Filip kominn bóksinu. út. Hítið með hann, Reynir sending á Axel en Jói stóður hann. og Jói tekur hann, Reynir að koma honum inn í markið. Og það er Axel. Og Filip. Hörðu, Uni á móti Jónatan. Petra kom með pökkinn, heldur hann bara og tekur bara skoti. Neglir þarna. Beint í Jakob. Jakob fór léttilega með þetta. Létt með þetta. Herru, þá eru það Óli og Heiðar í face-off í varnarsvæði SA-inga. Óli hefur betur, Kári tekur hann, skítur og Óli tekur reboundið. Vel gert. Herðu, við ætlum að sjá endursýningu. Það sjáum við hvað er mikilvægt að stilla vel upp í face-off. Búandi play strax út frá þeim. Það var vel gert hjá þeim. Og það er Pétur með pökkinn. Sendir hérna á Heiðar! Vel varið hjá Jakob. Herðu, hann heldur hann á braunni. Og Ríkharð skýtur honum. Og það er Andri Sverris og Jói Leif. Rángstaða. Jói er ekki sáttur með þetta. Það hristi bara hausi. Já. Það er ekkert meira pirrandi en að vera komin í gott færi og síðan er það flauta rángstaða, Já. sko. Herru, það er Ómar gegn Heiðari í face-offi. Filip nær honum hérna kominn á siglingu. Reynir að senda á Camilo en Atli nær honum. Sendir upp á Una. Heiðar sækir pökkinn. SA-ingar komnir inn í sóknarsvæði sitt. Varnarsvæði sitt. SA-ingar. Á, maður segja. Sorry. Herðu, Ómar er komið með pökkinn. Það er alltaf bardagi í þessu horni. Já. Þar sem við sjáum ekki. Nákvæmlega, ég get ekki lýst þessu, Nei. sko. Já, herru, bökkurinn kominn yfir í hitt hornið og það er, hver er þetta? Ormur. Ormur, einmitt. En já, 7. mark SR skoraði hann Óli með stóðsendingu frá Kára og Gulla. Flott mark. Jonathan er með pökkinn fyrir aftamarkið. Þeir eru að stilla eitthvað upp. Og það er Sölvi. Missir hann hana. Jonni yfir á Bjarka. Upp á Axel. Pétur tekur skoti. Tekur skoti. Vel varið. Það er 1,5 mínúta eftir að þriðja leikluta. Þessi leikur er búinn að líða hratt. Mjög Það hratt. er að vera skemmtilegu leikur að horfa. Já.
Ég vona að þið heima í stofunni séu sammála. Það sé gaman að hlusta á okkur. Herru, Kári heldur pekkinum í sóknarsvæði. Finnur Finnur hérna á Felix. Felix. Skítur. Fer í Andra, Söris. Já. Vel staðsettur Andrið þarna. Það er náttúrulega 3 Andrar í þessu liði, ég veit ekki. Sendi hérna yfir á Baltasar. Tímarunum inn. Og það er Filip. Hann tekur bara skoti. Halldór er komið í pökkinn, sendir á engan. Felix er fyrstur í pökkinn. Horfir upp, sendir hérna Gulla. Sem sendir hann tilbaka. Aðeins að tala saman þarna. Einmitt. Á Pétur og tekur skoti. Og skot. Vel gert af Jakobi. Við létt með þetta. Herru, já og þá er leikurinn búinn. 7-1 fyrir SR-ingum. Já, bara takk fyrir að hlusta á okkur. Já, takk kærlega fyrir að fylgjast með. Við hérna, já, einmitt. Bara, já, takk fyrir. Þetta leið svo hratt, ég var Þetta ekki leið búin svo að hratt. undirbúa mig að Nei. þetta yrði búið. Já, En þetta var skemmtileg leikur. já, hraður og skemmtilegu leikur, Já. góð uppbytun fyrir Já, úrslitakeppnina. vantaði hins vegar mjög marga í SR-lið. Já, Vantaði, hvað, Haffa, já, Hafþór, Orra, Andra, hver var það? Orra. Já, Þetta er svona power línan þeirra, Já, fyrsta já, línan. Einmitt. En það verður spennandi að sjá hvernig það verður í úrslitakeppninni. Já, Þannig við bíðum spennt eftir því já. og allir að fylgjast með. Herru, Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.